páskarnir, já. Já, það var einhverju páska, við áttum heima á Akureyri og við ákváðum að kíkja upp í Hafnarfirði, leigðum sumarbústað, það var rosa flott. Síðan á leiðinni tilbaka, við vorum á leiðinni til Akureyri, ég sá 2 skilti, ég var að keyra. Ég sá svo 2 skiltum og ég hugsa, ok, ég tek þennan leið, prófum eitthvað nýtt. Og við gerum þannig síðan þegar við vorum bara mjög hátt inn í fjallin, og mjög mikið snjó. Þá sagði mamma, ég held að við eigum ekki að reyna að keyra meira. Og ég reyndi pínulítið meira og ég sá bara mjög lítið gata, svolítið þrögg. Bara aðeins meira, við erum að fara til Akureyri, þetta er allt í lagi. Þetta er Ísland, svona er Ísland. Og síðan vorum við föst. Nei. Við reyndum svona að fara út, síðan vinkona mín sagði mér seinna að maður eigi aldrei að fara út úr bílnum í svona kringumstæðum. En ég vissi ekki neitt. Svo ég labbaði bara út og ég byrjaði svona að labba niður og ég hugsa, ok, hvernig á ég að bakka tilbaka á aðalbrautin, götun. Aðalbrautin, já. Og bróðir minn fór líka, mamma minn fór undir bílinn til þess að reyna að skafa, við vorum með skófla, við vorum bara að reyna að skafa sjálf, við vorum ekki að fara neitt. Svo ég hugsa, ok, ég veit að 112 gæti hjálpa okkur, svo við ákveðum bara að hringja 112 og þeir bentu okkur á björgunarsveit komuðu svona hálftíma seinna, ekki alveg hálf, kannski 20 mínútur. Og voru það 20 mínútur eða hálftíma? Meira en hálftíma. Ok, henni finnst það hafi verið meira en hálftíma. Svo kom björgunarsveit. Já. Og í rauninni björgunarsveitin bjargaði okkur. Frá að vera upp í fjall. Yes. Í Hafnarfirði. Svo já, ég er búin að kaupa svo margar lítla kalla því ég veit að við erum að styðja góð tilefni og það er bara þannig. Þeir björguðu mér einu sinni og ég bara veit að þeir eru til staðar með tilgang. Það er alveg mín hugsun.